leigumarkaðurinn sem náttúrulega í steik á Íslandi en Guðmundur Hrafn Arngrímsson, hann formaður leigjendasamtakana, kemur hingað og segir fréttir bara frá öðru löndum. Já, ég alltaf eitthvað gruggi í þessu og lesa stöðu leigjenda annars staðar til þess að bera okkur saman við á hvernig gengur og hvað leigjendur eru fast við. Já, ef ekki bara taka rölt heiminn og byrja í Bretlandi Jú, við sögðum frá því móður ríki nýfrjálsíkjunnar. Jú, við sögðum frá því á samstöðinni fyrir viku síðan að samkeppniseftirlitið á Bretlandseyjum ætlar að taka til skoðunar leigumarkaðinn, það sé stöðu leigjenda á leigumarkaði á bæði Skotlandi, Wales og Englandi og líka frammistöðu þeirra sem eru að byggja húsnæði. Það er að segja athuga með framleiðslu getu þeirra og framleiðu hvernig standi á því að það sé ekki verið að framleiða húsnæði fyrir fólki sem byrja það. Akkur virkar markaðurinn ekki? Já, bara akkur virkar hann ekki og þarna ætlaði að líta á bæði svona upplifun leigjenda, hvernig þeim gengur að finna heimili og hvernig þeim gengur að leigja og ekki síst svona varðandi flutning og upplifun þeirra af aðstæðum sínum og ætla að skoða þetta svona í neytendasamhengi, bara hvernig komið fram með leigjendur sem neytendur og þetta frumkvæðisrannsókn sem að kemur út af bæði ástandinu og orðræðinu það að staða leigjenda á Bretlandseyjum, sérstaklega í Englandi, afleitt. Hún þó betri í Skotlandi og það eru kröfur að staða þeirra eða það bæta stöðu leigjenda í Wales. Þannig að þetta það mikið hreyfing á þessu. Og svo ætlaði líka að skoða byggingamarkaðinn vegna þess að það hefur verið mikið brestur á því að fasteignafélög eða byggingaraðilar séu að framleiða nógu mikið húsnæði og það á að athuga hvernig stendur á þessu og sérstaklega ætlaði að athuga með hvernig sum félög, stór fasteignafélög, sankaða sér jörðum og löndum og lóðum og byggi. Svona blikastaðarlöndum. Já, og eru svo ekkert að framkvæma og þetta á að athuga með samkeppnisstöðuna og samkeppnisáhrifin af þessu og þetta rímar svo allt saman. Ég er búin að vera að lesa þessa rannsókn bæði fréttir og svo svona skýrstöndar frá samkeppniseftirlitinu, þá rímar þetta bara eiginlega fullkomlega við svona ástandi hérna heima. Þetta búin að senda á samkeppniseftirlitinu hérna heima hvort þið viljið fara út í svona rannsókn? Ég held að sé fullt tilefni þess og þetta ætlum við náttúrulega að skoða í leyndarsamtökunum hvort að við sendum ekki erindi á samkeppniseftirlitið og óskum eftir því að þeir skoði stöðuleigjenda og ekki síst hvernig svona framleiðni og framleiðsla á húsbyggingamarkaði af því að þarna virðist vera víða pottur brotin og það bara jákvætt að sjá eins og segir í svona móður allra nýfrjálshyggju í Englandi að fólk í því rými skuli koma fram með svona tillögur. Það bara mjög jákvætt og svo hafa stjórnvöld líka í Bretlandi hafið vinnu sem við höfum reyndar rætt hérna í leyndarsamtökunum, hafið vinnu við svona samráðsvinnu við að reyna að koma upp kerfi þar sem að leigusölum séu gefin svona engun þar sé að þá styrkja leigjendur í því að reyna að gefa svona leigusölum svona ákveðin ummæli og svona reyna að tryggja gæði og svona gera það með auðveldara fyrir að klaga vonda leigusala og það virðist vera í svona löndum eins og í Englandi eru margir svona hreysisrókar sem að nýta sér leigjenda. Í Skotlandi staðan skárri, þar náttúrulega skoski þjóðarflokkurinn svona sósíaldemókratískur flokkur á upplagi. Já, það virðist vera svona töluvert mikil svona samhugur í hjá skoskum almenningi og virðist vera svona þverrpólitísk sátt að bæta stöðu þeirra. Hún hefur verið talin afleitt, það hefur rakað mikið stöðu leigjenda
í Skotlandi svona síðasta áratugin eins og víða í Evrópu og nú hafa þær ákveðið að þessi leigubremsa sem þið sett á núna síðastlega haust sem var algjört frost, algjört bann við öllum hækkunum á húsalegu. Það er að segja að leigubremsa var bara 0% og hún gilti í 6 mánuði og nú verður henni framlengt aðra 6 mánuði og mjög líklega 6 mánuði viðbót en það er búið heimila 3% hækkun á almennum markaði. Það eru sérstakir samningar milli stjórnvalda og þeirra sem reka félagslegt leiguhúsnæði. Þetta eru stóra sjálfseignarstofnanir og það eru sérstakir samningar. Ég gat ekki séð hvort að þeim að vera heimiluð einhver hækkun eða hvort það sé mismunandi milli félaga, kannski ferða eftir hvar þau reka sína leigueiningar en það eru sérstakir samningar. Þannig að þetta gildi bara fyrir einkareikin leigumarkað. Áfram verður uppsögn á leigusamningum óheimil nema í undantekningatilfellum þar sem að leigjendur sína af sér bara hættulega hegðun eða brjóta ítrekkað og mikið gegn ákvæðum leigusamninga. Leigusalar þurfa áfram að sækja heimil til hækkunar. Jafnvel þó að leigubremsan hljóði upp á 3% þá þarf leigusalinn að sækja að fá að hækka þessi 3%. Hann getur sótt að hækka meira, allt upp í 6% ef hann sýnir fram á að til dæmis tryggingagjöld eða þjónustu sem að hann veitti leigjandunum sem er þjónustu sem er skrifin í leigusamningin, ef hún hefur hækkað eitthvað umfram þessi 3%. En vaxtagjöld? Nei, ekki vaxtagjöld. Það eru bara þjónustugjöld og tryggingar. Þannig að þetta eru svona þessar heimildir að hækka umfram þessi 3% og allt upp í 6%. Þannig að það má ekki velta auknum fjármagnskostnaði skuldur að leigufélaga út til leigjanda eins og gert hér, eins og Almar gera til dæmis. Nei, og hérna náttúrulega mega félögin hækka bara eins og sýnist við hvern einustu samningsskipti og svo leggjaðu þessa vísitölu á í hverju mánuði. Nú, húsalega hefur hækkað í Skotlandi 25% frá 2010. Frá 2010? Já, frá 2010. Það er nú ekki mikið. Nei, en það er eiginlega bara sama á verðlag í Skotlandi sem eru hækkað tæplega 25%. Nú, að meðaltali er húsnæðiskostnaður leigjenda til þess að setja þetta í samhengi viðbragð skoskra stjórnvalda við neyð leigjenda í Skotlandi, að þá er meðaltals húsnæðiskostnaður leigjenda á einkareknum leigumarkaði 26% af ráðstöfunartekjum og 24% á félagslega reknum leigumarkaði. En hér? Hérna er hann kringum 40-45%. Og ekkert greipa ekki til neitt aðgera? Nei, og þetta eru svona mjög svona fálætiskendar tillögur sem koma fram. Við ættum eiginlega að fara að rannsaka íslenska stjórnmálamenn hvort þau finnir til samhygðar eða sanngjarnar. Já, það er ágætis rannsóknarefni held ég. En þetta er svona til þess að sína hvernig brugðist við þrátt fyrir að skorski leigjendur hafa ekki þurft að upplifa þróun á leigumarkaði eins og íslenski leigjendur og þá bregðast stjórnvöld við og það er til dæmis núna komin fram áfangarskýrslur í stórri vinnu sem heitir New Deals for Tenants eða svona nýtt samþykki eða nýjir samningar fyrir leigjendur sem eiga að koma fullu til framkvæmda vorið 2025 og þar er talað að þá verði komið svona mjög öflugt og stíft regluverk allar hækkanir og upphafsleigu og lengd samning og þess að þar. Það er allar áfangarskýrslu komnar út og nú er þetta svona í samráðsferli og þetta fer inn í þingið haustið 2024 og væntanlega verður lögum vorið 2025. En það er mikil þverpólitísk og svona samfélagsleg sátt þennan samning sem að Nicola Sturgeon svona ítt úr vör og þetta er svona eiginlega svona hálfgerð þjóðarsátt leigumarkaðinn talað og það er mjög forvunlegt að lesa þessi plögg vegna að þarna er talað þessa brýnu þörf á því að regulera leigumarkaðinn og verja leigjendur fyrir sjálftöku og líka til þess að koma veg fyrir spákaup á fasteignamarkaði. Þannig að þetta eru tillögur sem að ég hvet íslenska stjórnmálamenn til þess að skoða og sækja sér innblástur. Við sittum við rauðaborðið. Í Noregi er flokkur sem heitir Rautt
Já, Þau voru að leggja til að verði bara frist sama, að verði fristleiga í Noregi. Já, þeir hafa... Það náði ekki í gegn. Nei, þeir börðust mikið fyrir þessu og þetta fekk tölvöld mikið pláss í fjölmiðlum og í samfélagsumræðinu. Þeir nuttu liðsinnis græningja, held ég að þeir heiti flokkurinn á norska þinginu, og svo flokkur sem kallar sig SVAF sem svona social venstri. Það er svona sósíalskur þjóðaflokkur. Já, og þetta voru þessi 3 flokkar sem héldu þessu á lofti þinginu, en þetta var lagt fram af Rött og hérna en þetta náði ekki fram að ganga, en þetta skapaði miklu umræðu. Vel að merkja séreignar hlutfall á húsnæðismarkaði einna allra hæst í Evrópu í Noregi. En það var normenn styrt húsnæðis uppbyggingu eða íbúðakaup almennings áratugum saman. Það eru sterkir sjóðir og niðurgreitt lán til þess að almenningur eigi efna og eiga húsnæði. Já, og nú hefur orðið eitthvað rof, en þetta voru einmitt svona... Það er stefna sem hefur síðan brostið og þeir eru að lendi vandræðum. Já, þeir eru að lendi vandræðum. Leigumarkaðurinn er lítill, en þetta voru akkurat einmitt svona ansvör stjórnarflokkana og líka annara úr stjórnaranstöðunni, svona hægri flokkana, að styrkja einn frekar fyrstu kaupendur og hérna og ít og byggja undir þessa séreignarstefnu. Við heyrum svolítið hér. Já. Það er ekki verið að styrkja leigjendur til þess að hanga á leigumarkaði, það er frekar að styrkja fólk til þess að bjarga sér frá leigumarkaði. Já, það er svona... Þetta er ekki orða alveg svona, en þetta er eiginlega meiningin. Já, en það var kannski bótimáli eða eitthvað því myndur kannski virka. Já. Ég var að rekna það saman daginn að hlutdeildarlánin sem að hafa nú verið virki í 2 ár, að þau hafa nýst það bil 1,5% leigjenda. Já, og bara gengu aðeins út í upphafi en ekkert eiginlega á síðast ári og seinni hluta síðast árs ekki neitt. Nei, og líka... Það er skammar að ráðherra sem ennþá vísi þetta sem aðgerir ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum. Þetta bara virkar ekki. Þetta virkar ekki og það kom nú ákveðs greining frá HM hvaða aldurshópar þetta væri sem hefðu hlotið þessi lán og þar sáum að þessi stóru aldurshópar leigjenda voru þar í miklu minni hluta, þannig að til þess að telja, við gátum séð rauntölur á hversu margir í hverjum aldurshópi höfðu fengið hlutdeildarlán og þá reiknum okkur til að það hefur verið svona kringum 1,5% af leigjendur sem hefur getað nýtt sér þetta. Þannig að áhrifaleysi hlutdeildarlánanna gagnvart leigjendum er eiginlega algjört. Nú, Normenn eða samtök leigjenda í Noregi, þau eru að fara svipaða leið eins og ég nefndi hérna áðan varðandi bresk stjórnvöld. Nú hafa þau samvinnu við samtök leigusala og skipulagsyfirvöld í Oslo og það sem kallað statssekretær í Noregi. Ég veit ekki alveg hvaða embætti það er, hvort það sé eitthvað svona fulltrúi stjórnvalda. En þau er búin að stofna hóp í umboði stjórnvalda til þess að vinna einmitt að þessu að búa til svona eftirlitskerfi gagnvart leigusölum til þess að hjálpa þeim sem er á komin á leigumarkaðinn til þess að fóta sig og til þess að svona gera sér svolítið grein fyrir hvernig og hvert þau að leita og hverju með að treysta. Að það verður sett svona kerfi sem að skráin yfir leigusala og hvernig þeir hafa svona staðið sig sem leigusalar. Ég menna eftir að það var hópur leigjenda sem var í svona baráttu í Noregi að þau tóku mynd af honum þarna sem á Hemsteðin og teiknuðu á hann svona horn svona eins og hann verið djöfullin og svona voru með svoleiðis plagott. Það er eina aðferð fyrir að gefa leigusölum engun að teikna það horn. Já, en ég sá umfjöllun í þýskum miðlum þar sem að hann er að fara að þreifa fyrir sig á þýskum fasteignamarkuðum. Hann heitir Íver Thorsen eða eitthvað svoleiðis, þessi maður. Og þar óttast þjóðverður hann bara eins og djöfullin sjálfur virðist vera. Hann kom hingað með fögnuðunum hérna vegna þess að það er skömminni skárri en Alma. Já. Hann hækkar ekki ört. Þannig að Nei, maður heyrt bara fólk segja það sé minna kvartað undan honum heldur en Ölmu. Já, maður er ekki en hann þykir vera djöfullin sjálfur í útlöndu. Það segir kannski hvernig staðan á íslensku leigumarkaði er. Sá sem teiknaði sem djöfullin sjálfur í öðrum mörkuðum virkar hér eins og engill. Já, í samanborði við þá sem eru sko. En Herðu, þú sagðir daginn frá húsnæðisfrumvarpi á Spáni sem var
Það hefur verið Styrktum? samþykkt. Nú, ja. Já, Og hvað græða leigjendur á því? þeir koma til með að græða alveg helling á því. Þetta fer fyrst og fremst svona þessar valdsheimildir eða lagaheimildir fara fyrst og fremst til hérastjórnana. þar sem að þeim veitt þess að heimild til þess að við höfum talað með oft hérna aður að skilgreina húsnæðismarkaði undir álægi og þá geta það sett ákveðna reglur sem að gilda 3 ár í senn og það eru reglur leigubremsu, leiguþak eða viðmiðunarverð, þau geta sett viðmiðunarverð. Nú þau geta líka sett reglur lengd leigusamninga, ákveðna tegund leigusamninga í þéttbýli, þar að segja að þeir geta gilt til alltaf 11-13 ára. Þetta eru svona helsta í þessu frumvarpi og svo líka ætlaði að setja auka skatt eða þeir veita sveitarfélögum heimild til þess að skattleggja auðar íbúðir 50% álag á fasteignaskatt og ef að þessar íbúðir eru búin að auðar í 2 ár þá er 100% álag og ef þau hafa verið auðar í 3 ár þá er 150% álag á fasteignaskattin. Þannig að það er verið að koma í veg fyrir það að þessar íbúðir standi auðar og svo ætlaði líka að skylda sveitarfélög til þess að skilgreina lágmarkshlutfall af landsvæði sínu undir húsnæði og setja þeim svona hámarks söluverð á landi undir húsnæði. Það með ekki verið að selja lóðurnar og uppbóði til þess að fjármagna sveitasjóð eins og er gert hér. Já, þetta er akkurat til þess að koma í veg fyrir það. Herðu, hefur að fara til Póllands? Já, við skulum skella okkur til Póllands, enda tilefni til og þetta er svona eitt af þessum löndum í Evrópu sem ég skoðað lítið, enda er leigumarkað á Póllandi gríðarlega smár. En svo er víða í Austur-Evrópu, það er mikið það eru flesti sem eiga húsnæði. Já, svo er mikið af samvinnufélögum og mikið af svona húsnæði eigu sveitafélag og ríkis. Það kemur fólki ótt og óvart sko, þegar þetta er svona fyrir Sovjetið, hvað það eru margir sem eiga húsnæði. Já, ég las fyrirsögn á frétt í morgun þar sem stóð að einkarekin leigumarkaður í Póllandi hefði stækkað 40%. En er þá bara komin í 0,93% af öllum leigumarkaðum, ekki af öllu húsnæði heldur af öllum leigumarkaði. Þannig að þetta er Hitt er í sveitafélög og já, og samvinnufélög, ríki, sveitafélög og sjálfseignarfélög og svo eru félög sem eru í eigu bæði fjárfesta og sveitafélag eða ríkis er svona þessi samvinna. En eiga BlackRock og félagar ekki eftir að labba bara þarna yfir og kaupið alls saman? Nú, það er nefnilega eitt sem mjög forvindilegt í þessu. NREP sem er stærsti fasteignasjóður á Norðurlöndum og aðal svona spekulanti þar og fulltrúi þeirra kom hérna í boði borgarstjórans í vor til þess að segja og sýna borgaryfirvöldum hvernig er best að haga húsnæðisuppbyggingu. En hann er fyrirverandi fjármálaráðherra í Finnlandi og borgarstjóri í Helsingi. Hann fer fyrir þessum sjóði núna og þeir settu metvíst. Ég kann nú ekki alveg á þessa svona fjárfestingarsjóði en þeir settu met í að safna fjárfestingafé til þess að fara inn á pólskan leigumarkað núna í haust. Og ég var að lesa fleiri fréttir bæði frá Eystrasaltsríkjunum og Englandi hversu fýsilegt það væri að fjárfesta í leiguhúsnæði í Póllandi á einkareknum leigumarkað og sérstaklega ljósi húsnæðiskrísunnar í Póllandi sem kom í kjölfar þess að milljónir úkraínumanna fluttuðu þangað inn. Þannig að þarna eru fjárfesta með búin að eiga ætla að græða á neyð flóttamanna og sem og húsnæðis neyðin sem kemur í kjölfarið yfir pólska íbúa. En ég las í sömu fréttum að Pólverjar í auknum mæli farin að horfa til Spánar og þeir eru farin að kaupa þar húsnæði og flytja þangað, sérstaklega svona til Norðurspánar. Það voru fréttur það að hlutdeild þeirra í fasteignaviðskiptum á Spáni séu orðin níunda algengasta þjóðernin sem að kaupir húsnæði á Spáni og sérstaklega í svona í dreifbýlissvæðum á norður Spáni af því að þeir eru hreinlega bara að flýja svona krísuna. Það eru ódýrt húsnæði sem að er hægt að kaupa
og þangað eru þeir að flýja í stórum máli. Í Baskarlöndum og Galísíu? Já, þeir hafa talað mikið að það færi mikið til Aragon og hlutdeild þeirra hefur aukist á einu ári yfir 200%. Þannig að svona, þetta er einbirtingamyndin af því að það er að verða alltaf erfiðar að fóta sig á pólskum fasteignamarkaði. Þannig að þetta hefur mikil áhrif á lýðfræði, hvernig fasteignamarkaðar eða húsnæðismarkaðar eru að þróast og ekki síður á eldur en bara svona persónulega á fólk. Herru, Guðmundur, takk fyrir að koma með leigjandafréttir. Við ætlum að snúa okkur að öðru og það var borgarstjórnarfundur í dag og María ætlar að fá Sönnu og Trausta til þess að segja hvað þar gerðist, hver átökin í borginni eftir augnablik. Er rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir Samstöðin er á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, Samtal á sunnudegi og Helgispjall.